Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem verður að venju fjölbreyttur og kannski aðeins öðruvísi því að við ætlum að breyta stúdíónu okkar líka svolítið í svona hárgreiðslustofu stund. Verið velkomna til mín, Dömur. Takk. Takk. Þú ætlar sem sagt að láta hári fjúka í þættinum hjá okkur í dag. Já. Mér datt það í hug svona mánuð síðan að gera eitthvað. Mér langaði að vekja athygli á heilbrigðiskerfinu, sérstaklega geðheilbrigðiskerfinu, því að þunglyndi og kvíði og allir þessir sjúkdómar sem herja á heilann á okkur, það bara einhvern veginn ekki nógu góð svona ummönnun eða skilvirkni í gegnum það. Og mér finnst til dæmis bara að samvinna milli lækna og bara annarra heilbrigðisstarfsmanna, við skulum bara segja hér á Akureyri, sjúkrahúsið, heilsugæslan, hún bara því miður í klúðri. Því miður, það bara þannig. Hvers vegna hefur þú svo mikinn áhuga á þessu? Hvers vegna brennur þið fyrir þetta? Bæði vegna eigin persónulega reynslu og bara fullt af fólki í kringum mig. Það bara svo margir og margir. Ég held að allir þekki einhvern. Því miður. Já, algjörlega. Það bara þannig. Og mér finnst, skilur, ef ég má bara tala, að þetta eigi að virka þannig. Að ef að einhver mjög veikur, sko bara segja þú sitt bara mjög veik af þunglyndi og kvíða og kemur á sjúkrahúsið, bráðamóttökuna, þá eigi bara þar að opna dyr fyrir þér og þar bara tekur móti þér einhver fær einstaklingur og leiði þig til þess einstakling sem getur hjálpað þér. Ekki bara skilja þig eftir einhvers staðar í lausu lofti og segja já, við getum nú séð til þú kannski svona þarft að bíða í nokkra mánuði en við erum bara verið þolinmóð, þetta ekki svo slæmt. Og þú þekkir heilbrigðiskerfið ágætlega? Já, ég sjúkraliði og að vinna á sjúkrahúsinu hérna á Akureyri og búin að vinna í heilbrigðisgeiranum í mjög mörg ár. Hvernig upplifir heilbrigðisgeiran sjálfan? Langar fólki að vinna meira í þessum málaflokki? Hann halloka? Hvernig? Ég held að fólk vilja alveg og margir gera mjög góða hluti og fólk vill yfirleitt held ég gera sitt besta. En ég held bara að það vanti þessa samvinnu, að fólk sem sagt tali saman. Ég meina, það orðið svo flott tölvukerfið okkar og samskipti öll í dag að það ætti ekki verið mikið mál fyrir lækninni á sjúkrahúsi að senda heimilislækninu þínu tölvupóst eða SMS eða þú veist, whatever. En hvers vegna klippa hárið? Það var komin tími á að klippa hárið og bróðurdóttir mín hérna, hún var búin að panta það. Hún var búin að panta að fá að klippa mér hárið. Hún sem sagt snirtirinn minn, hársnirtirinn minn. Og mér fannst bara að þetta myndi kannski vekja svolítið athygli. Kona mínum aldrei færi að láta snóða sig. Það myndi kannski vekja smá umtal. Ég held að ég myndi ekki breyta heilbrigðiskerfinu, alls ekki eins og á Akureyri. En kannski vekja umtal og það það sem að máli snýst finnst mér. Hvers vegna vilt þú taka þátt í þessu verkefni og ekki síst að vekja athygli á málaflokknum? Sko, að styðja við föðursystur sína náttúrulega æðislegt, fyrsta lagi. Öðru lagi æðislegt að vera hárgreiðslukona og fá að fylgjast með í svona hlutum hjá konunum sínum og fólkinu sínu. Svo finnst mér bara mjög mikilvægt að styðja við þetta verkefni og að vekja athygli á þessu. Því að bróðir minn fyrirfór sér og ef hann hefði kannski fengið meira hjálp þá hefði hann kannski ekki farið þessa leið. Þannig þú verður vör við það í þínu náttúrulega með þessu mikla áfalli en líka kannski bara annars staðar í umhverfinu? Já, bara í daglegu lífi, þú veist, maður sér bara, þú veist, mann líður kannski ekki alltaf vel sjálf en maður veit í fyrsta lagi ekkert hvað maður á að fá hjálp. Maður veit ekki hvernig maður á að tækla þetta. Allir eru hræddir við að biðja hjálp yfir höfuð og þá finnst mér að ætti að vera svo eðlilegur partur af bara heilsugæslustarfinu og heilbrigðisstarfinu yfir höfuð. Þannig að fólk viti hvert þau að fara og þau vita að þau geta bara hringt og biðið hjálp einhvers staðar. Ég held að það ekki margir sem vita það sko. En fyrir utan allt saman, það verður náttúrulega gaman að taka Já, algjörlega. Við ætlum að gera þetta þannig að við förum hérna yfir í næsta innslag og þið ætlið að vera hérna hjá okkur og þú ætlar að fara að vinna í henni og við ætlum ekkert að leyfa henni að sjá fyrir hún sest hérna í sófann og við komum með spegil handinu. Það ekki bara planið? Jú. Glæsilegt. Og þá bara fylgist við með því að við höldum áfram að
krúnuraka hana og ræða ýmislegt annað eins og tónlist og tónlistakonur sem að gefa út sína fyrstu plötu. Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og hárgreiðslustundin okkar er lokið. Hvernig líður ykkur? Mér líður rosa vel. Ég er töluvert léttari sko, ég finn það og þetta er svolítið fyndið. Ég er náttúrulega ekki búin að sjá þetta sko en gaman að koma við þetta. Og þá þú ert með hárið þarna. Já. Hvað á að gera við það? Við ætlum að gefa þig góðgerðar samtök. Já. Við mun gera hárkollur úr þessu fyrir krabbameinssjúka eða hvað slíkt. En það er spurning hvort að þú ert náttúrulega ekki búin að sjá þig. Nei, ég er ekki búin að fá að sjá mig. Ég er náttúrulega með spegil hérna. Þetta er svo vogandi eða? Já, ég held það sko. Eigum við að láta vaða og sjá? Já, ég held það, takk. Ég myndi bara vilja fá að sjá. Þú veist, kona á mínum aldri. Já. Jú, þetta er bara allt í lagi, er það ekki? Jú, mér finnst það rosa fínt. Þetta vex líka aftur, það Já. er ekki spurning. Þetta er öðruvísi. Hvernig líður þér að sjá þig svona? Þetta, jú, mér líður svolítið eins og, mér vant eitthvað sko. Ég er svolítið svona, kannski auðsæranlegur. En sonur minn yngsti, hann sagði til dæmis, hann vissi ekki hvort það væri verra að sjá mig svona eða með derhúfu, svo lýsa spurning hvað ég geri sko. En ég er bara ánægð. Þú ert bara ánægð. Og Takk, elskan. þetta er komið. Mikill léttir og vonandi búin að vekja athygli á Já. málefninu. Það er kannski aðalatrið. Það er aðalatrið og svo langar mig kannski í leiðinni til þess að bara hvetja stjórnmálamennin okkar sem að, þú veist, þeir eru vinni hjá okkur, þessar elskur, konur sem kallar, að eins og gamli maðurinn á Elliheimilinu sagði við eina stúlku, tala minna, vinna meira. Það er kannski spurning, sko. Ég er ekki að segja að það þarf að tala um málin, en farið nú að gera eitthvað að viti fyrir heilbrigðiskerfið okkar. Við verðum að fara að gera eitthvað. Þannig að þú skorar á nýju Ég ríkisstjórn. skora á nýju ríkisstjórnina að bara, já, við verðum að vinna saman að heilsu okkar allra, hvort sem það er geðheilbrigði eða annað. Yndislegt. Takk fyrir að koma og takk fyrir að leyfa okkur að vera með í þessari ferðalagi. Takk fyrir að bjóða. Það var bara yndislegt að fá að koma til þín. Og mér finnst þú auðvitað stórglæsileg. Takk. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.